Já, komið sæl aftur gott fólk og eru velkomin í Hlaðvarp söguskoðun. Við vorum hér í fyrir hluta þessara umræðina, ræðum kalda stríðið og heita stríðið sem ekki varð og við ætlum að halda því áfram hér í dag. Já. Við vorum aðeins búin að tala hérna, alls konar tengslu við kalda stríðið og hvers eðlis það var og hvernig það þróaðist og vígbúnaðin mikið. En ef við tölum aðeins stríðið sem aldrei varð, tölum aðeins þessar tölur og þessi plön. Þetta kalda stríðið, þetta var þannig, þetta var vígbúnað kapplaup. Þeir voru náttúrulega með hersveitir þjappaðar saman sitt hvoru megin við játstjaldið öll kalda stríðsárin. Kalda stríðið fer náttúrulega í gegnum ákveðin tímabil, það er náttúrulega þetta Stalins tímabil og þetta Khrushchev tímabil og þetta Brezhnev tímabil og síðan eftir með Gorbachev tímabil og svona, en ég meina þetta er rauninni svona alveg fram til 1986, 7, 8 sem að hérna, þetta er kalda stríðið er virt þannig séð. Já. En aðeins að tölum, ég tók hérna saman tölur frá þetta eru hérna frá NATO og maður getur tekið það bara með þeirri skeið á salti sem maður þarf, einhver backlingur frá NATO 1984, þess að bera saman tölur. Það segja NATO var með 4,5 miljón manns, þá að tekið tótal bæði þessi voru undir vopnum á landamærunum og líka varnarliði eða reserve Já. 4,5 miljónir versus 6 miljónir hjá Varsjárbandalaginu, 80.000 skriðdrekar hjá NATO, 47.000 skriðdrekar hjá Varsjárbandalaginu, 15.000 fallbyssur hjá NATO versus 39.000 fallbyssur hjá Varsjárbandalaginu og þá tekið með svona rocket artilleri og svona 900 þyrlur eða svona eins og Apache og hint þyrlunar 1100 hjá Varsjárbandalaginu. Já. Og svo náttúrulega verið að hafa þau í huga að NATO-ríkin á árið 1984 eru 600 miljónir meðan Varsjárbandalagið er 400 miljónir, þannig að það eru fleiri NATO-megin. Já. Og síðan eru kjarnorkusprengjurnar. Þetta var svo tími sem voru flest kjarnavopn í heiminum. NATO bjó yfir cirka 25.000 kjarnorkusprengjum. Varsjárbandalagið bjó yfir cirka 40.000 kjarnorkusprengjum. Þetta var náttúrulega svo tími sem að menn fóru síðan auðvitað að eyða þessum kjarnavopnum náttúrulega. Já. Og núna er þetta komið niður í 17.000 tótal í heiminum. Já. Bandaríkjamenn og Rússar eiga cirka 6.000 eða NATO tökum með Bretland og Frakkland. NATO á cirka 6.000 kjarnavopn í dag og Rússar cirka 6.000. Já. En pælti þessu, þetta voru cirka 60-70.000 kjarnorkuvopn í heiminum á þessum tíma. Þetta er svo styrlað. Þetta er svo styrlað Já. Þetta er svo mikið overkill því þú þarft ekki nefna þannig séð, þú þarft bara nokkur hundruð þú þarft búinn en þú ert ekki með nokkur hundruð, þú ert með 20.000 þetta er svo brjálaðslegt magn. Já, og svo maður ber þetta saman við nútíman, ég tók það saman líka að ganni að því ég var að taka þessa tölu saman að þú ber saman í dag 2025 NATO versus Rússland að þá eru tölurnar náttúrulega gjörólíkar NATO er 950 miljónir, Rússar eru 150 miljónir eða 155 tökum við Hvíta-Rússland með. Og ég veit bara skjóta inn líka að það er oftalið en það er alveg umræðandi heilan þátt, en já. Já, mannfjöldatölur í Rússlandi. Já, það er oftalið í Rússlandi en það er opinbera tölur. Já. Ok. NATO er með 6,7 miljónir undir vopnum. Já. Og reserve, Rússar eru með 3 miljónir. Já. NATO er með 13.000 skriðdreka, Rússar eru með 6.000 skriðdreka. NATO er með 13.000 fallbyssur, Rússar eru með 13.000 fallbyssur líka. 8.000 þyrlur, 2.000 hjá Rússum og eins og ég sagði að cirka 6.000 á haus kjarnavopn. Já. Þannig að pointið með þessu eru þetta að segja það fyrsta lagi eru valdahlutföllin milli NATO og Rússlands í dag allt öðnur heldur en voru 1984. Já. Náttúrulega bara ekki að bera saman. Það er ekki hægt að bera það saman. Rússland er náttúrulega miklu veikara heldur en var þá. Já. En síðan þetta hitt sem er það að 1984 þá þetta var Sovétríkin með Varsjárbandalaginu
allt annað býst og var auðvitað öflugra allavega svona statistist séð sem tölur á blaði var Varsjabandalagið alltaf öflugra en NATO, fleiri hermenn, fleiri skriðdrekar og þá kannski ykkur ákveðnir þættir sem að NATO var með stærri tölur. Já, flugherr fyrst og næst. Flugherr, já, og kannski flota líka. Já, floti. Og þannig var það allt kalda stríð. Já. Þannig að þegar við tölum plönin, stríðsplönin sem voru til staðar hjá báðum aðilum allt kalda stríð, þá það sem einkennir þessi stríðsplön náttúrulega 2 þættir í rauninni sem einkennir öll þessi plön. Annar þátturinn sem þú nefndir áðan sem það að báðir aðilar gerðu alltaf ráð fyrir því að þeir myndu verjast innrás. Og hinn þátturinn sá að báðir aðilar gerðu alltaf ráð fyrir því að stríðið myndi vera þannig að Varsjabandalagið myndi ráðast inn í Vestur-Evrópu. Af því þeir eru með meiri her og eru á blaði öflugri, sáu menn alltaf fyrir sér að stríðið myndi spilast út þannig. Við erum að tala innrás Varsjabandalagsins yfirjáttjaldið. Já. Break down that wall. Já. Og storma inn í Vestur-Þýskaland. Já. Og svo það sem líka mjög sérstaklega áhvert að við segja hernaðarplön líka að sjá hvernig þau breytast í upphafi kalda stríðsins og þá eru sovjetmenn að vinna með það að það taki á kannski 8 daga að marsera í gegnum bara strauja í gegnum Þýskaland inn í Frakkland og þeir eru komnir að Atlantshafinu á 8 dögum. 8 dagar þá erum við búin að taka París. 9 dagar til Lyon. Já. Einhvern veginn svona og svo breytist þetta alltaf og það tekur alltaf lengri og lengri tíma það tekur alltaf fleiri og fleiri daga en svo það sem líka sérstaklega áherslu við þetta að öll þrátt fyrir það að Sovétríkin voru svona bjartsýn til að byrja með að þeir getur bara steamrollað og það væru árásirinn í Danmörku og pólski herir myndi bara sigla yfir og lenda á Sjálandi og myndi strauja í gegnum Þýskaland og upp í Jótland og eitthvað svona þá gera þær alltaf ráð fyrir því að NATO myndi byrja stríðið og svo myndi NATO eitthvað drullum á bak og svo myndi rúlla yfir þetta sem sérstaklega áhvert því það svona þumalputtaregla í hernaði að árásaraðilinn þarf alltaf að vera með 3-falt fleiri menn en svo sem að verjast það þarf alltaf að vera 1 á móti 3. Já og þá var einmitt spurningir ok, af hverju ætti NATO að byrja stríð ok og þeir þurfa þá að vera með 3 á móti 1 eða ætla að byrja stríð það er þjóðumpottareglan, það er bara standardin en þið gerir samt ráð fyrir því að NATO byrja stríðið en þeir séu ekki með svona mikla yfirburði í mannafla og hergögnum og svolítið því að strauja yfir allt þetta lið og til að Atlantshafinu. Þetta er mjög góð punktur og þess er svo áhugavert hvernig þetta hékk ekki alveg saman þau þetta samu þetta hjá Bandaríkjunum að ok, af hverju ættu Sovétríkin að vera að byrja stríðið eða af hverju ættu NATO að byrja stríðið og hvernig svona plönin hengur ekki alveg saman við raunveruleikann. Nei en auðvitað eins og við sögðum hrættistrákar og hvað er þeir ráðast á okkur og við þurfum að gera eitthvað og náttúrulega hvað getur maður annað gerst heldur en að búa til plan sem er svona. Og svo eina geðasælapa, þú veistu að andstæðingurinn er ránríki sem er að ráðast á því. Jú, séð frá vestrinu þá er að allræðisríki er að koma með Mordor-herinn sinn. Ok, frá austrinu ránirkjuríkin er að koma nýðast á okkur því kapitalismin getur ekkert annað en það. Þú veist, það er eðli kapitalistans, hann ræður sér ekki. Hann er að koma nýðast á okkur, hann ræður sér ekki. Já, þeir sögðu mitt líka mistriðinu þá kemur fram í þessum plönum til dæmis hugmyndin að já við vitum að þeir náttúrulega vissu nákvæmlega allt NATO sem var að vita þannig að þá segir já við vitum það alveg þeir eru með miklu lélegri her og svona en þeir eru að byggja hann upp þú veist að þeir munu byggja hann upp þannig að núna þú veist við vitum bara það þú veist að þetta er bara tímaspursmál hvenar þeir fá að byggja upp herinn þannig að verða öflugur og það er enda auðvitað eitthvað sem gerðist af þessu leyti því að eins og þú segir tíminn sem að þeir reknuðu í það að ráðast inn í Frakkland eða komast fram að Ermarsundi og Atlantshafinu hann var alltaf lengri og lengri eftir þess að voru að plana viðnám
NATO varnarinnar Já, og það tengist líka þetta sko hvernig NATO strategían var af því að hún skiptist líka upp í tímabil fyrst NATO að vinna með massive retaliation strategíuna sína á cirka á 7. áratugnum sem snýst að ef að Rússar gerir innrás þá svörum við með öllu sem við eigum það að segja öllum kjarnorkusprengjunum já, og auðvitað náttúrulega ef þú tekur kjarnorkusprengjuna með þá náttúrulega er NATO miklu öflura á þeim tíma skilur við ef þú tekur kjarnorkusprengjuna með sko og þá þetta var NATO-vörnin sett upp þannig að þið varum með svona litlar sveitir út allt við landamenn sem voru svona auðvelt að færa og hreyfa skilur til þess að verjast einhvern svona kjarnorkusprengjum og svona 7. áratugnum þá frá og svona upp úr 1960 og fram á og upp úr því þá fara Bandaríkin að reyna að vinna meira með svona strategíu sem snýst að ekki bara fókusar á kjarnorkuvopnin í vörn flexible response var strategía sem þið notuðu á 7. áratugnum það sem hefur verið að tala um að þú getur notað mismunandi tegundir af vörnum, ekki bara kjarnorkusprengjurnar líka, þú getur líka notað skæruleið og ýmislegt menn hafa tengt þetta við reynslu sem þeir hefðu þá fengið í Vietnam og svona en síðan frá með 1970 uppur þá er henni byrja Bandaríkin að plana hvernig getum við bara reynt í alvörun að verjast sovjískri innrás með hefðbundnum hætti, ekki bara fókusera á kjarnorkusprengjurnar þá kemur Active Defense sem þróast síðan út í Air Land Battle upp úr 1980 það sem að þeir eru að tala að vera með varnar viðbúnað í fremstu víglínu og þú ert komin í beta sem kallast Air Land Battle taktík sem gengur út á það að þú notar flugsveitir og landsveitir til þess að já, við erum að berjast við ofurefli en hvernig getum við nota taktík og strategíu og tækni til þess að halda aftur af þessu ofurefli meðal annars með því að gera innrásir á bakvið víglínuna, ráðast á aðfanga línurnar þeirra, ráðast á og svo framvegis eðina heima fyrir og eitthvað svona og síðan fara þeir að spýta þetta rosalega í hergagnaframleiðsluna upp úr 1975, 80 og þeir fara að koma með þessi gríðarlega öflugu vopn tæknilega séð hefðbundnu vopn Bandaríkin já. Og þetta sjá Rússar hjá sér auðvitað og þeir tala það að þá byrja þeir að panika herðu þeir eru að eyðileggja balansin hérna með því að vera að koma með svona öflug hefðbundin vopn þannig að þeir þurfa þá að fara líka að uppa sitt game á móti spila betur já og það sem ég veist líka kannski sérstaklega áhugavert við allt þetta er að sjá hvernig Evrópa sérstaklega það mið-Evrópa er bara einhver leppur þarna á milli Þjóðverjar til dæmis og auðvitað vegna þess að Þýskaland auðvitað var gjörsamlega barið sundur og saman við lok seinni heimsstyrjaldar þeir gátu ekkert sagt þeim bara takk og já og amen og þarna á þessum tíma eru að tala um það að það var virkur hluti af öllum sem hernaðaráætlunum að nota taktísk kjarnorkuvopn þannig að strákar, við erum að fara að skjóta hérna kjarnorkusprengjum úr þessum fallbyssum eða varpaðum úr þessum flugvélum og já, Berlín, já, hún er bara farin já, þessi landbúnaðarsvæði hérna í Saxlandi, já, við erum að fara að þurrka það út og Þjóðverjar höfðu náttúrulega ekkert það að segja vegna þess að Vestur-Þýskaland var alveg mikið undir hælnum á Bandaríkjunum eins og Austur-Þýskaland var undir sovéska hælnum og það var líka áhvert að sjá hvernig umræðin í Þýskalandi og hvernig Þjóðverjar reyndu líka að hafa áhrif á allt þetta og ennfremur til dæmis fyrir kannski þessa breytingu þar sem að NATO ákvaða að reyna að verja öll NATO-löndin að fyrir svona miðbygg kaldastríðsins þá voru alveg menn búin að sagt þessi við það að allt austamegin við Rín myndi falla
við erum bara að fara að reyna að halda Rín já. og það sem vestamegin við Einmitt. Og svo þú veist, eftir þessi líður á kalda stríðið og þá eru menn uppteknir að ok, við reynum að halda öllu Einmitt. og það var svo áhugavert að sjá hvað Evrópa hafði rosalega lítið allt þetta að segja og auðvitað hafði Evrópa ekkert þetta að segja vegna þess að Evrópa hafði engan herafla þannig séð og jú, eftir að Vestur-Þýskaland komin í NATO og þá var að byggja upp þýskar herdeildir og eitthvað slíkt þá þetta var samt þýski herin ekki nú öflugur til þess að geta staðið á móti Varsjárbandalaginu einn og það líka hluti af varnar áætlunum alltaf að þýski herin, Bundeswehr getur staðið svona lengi, svona marga daga viku, kannski 2 á meðan að auðvitað bandarski herin kemur þá hægt og rólega yfir Atlantshafið. Já, það eru auðvitað alltaf gert ráð fyrir þessu vandamáli Bandaríkjanna auðvitað að vera þarna tekur alltaf tíma að senda liðsauka yfir. En tengslu við þessi hlutföllina því að ég sá hérna tölur frá 1977 þannig að þeir eru að þetta var einhver skýrsla frá til bandaríska þingsins hérna, kannski ekki þetta besta heimildir, ég bara hjá eftir þessu að því ég sá þetta hérna í einhverjum litteratúr. Já. Það sem að þeir segja sko hérna, það sem verið að bera saman Bandaríkin, eða sérst NATO og Varsjárbandalagið, þá segja þeir sko military manpower, þar að segja hermenn, þar segja þeir að það sé sko 3,6 til 4,4 milljónir hjá Sovjetríkjónum pluss 1 milljón hjá hinum Varsjárbandalagsríkjónum til samans 4,7 til 5,5 milljónir, þetta er 1977. Svo segja þeir hjá NATO að það eru hlutföllin sko 2,0 milljónir hjá Bandaríkjónum, 2,7 milljónir hjá hinum NATO-ríkjónum, til samans 4,8 milljónir manna. Já. Þannig að ef það er eitthvað að marka þessa tölur sko, þá er hlutfallið inn í NATO allavega svona manpower-lega séð sko. Aðeins minna misskipt hjá NATO heldur en þetta er svo, eins og þú nefndir sjá það auðvitað hægt og rólega eftir sem líður á kalda stríðið þá styrkistu auðvitað þessi svona hefðbundni herafli NATO-ríkjana einmitt og verður sterkari og svo er náttúrulega mikið að tafa það í huga auðvitað að ennfremur hafði NATO alltaf yfirburði hvað var það lofthernað Bandaríkin hafa auðvitað alltaf sett sérstakann kraft í það og það er auðvitað líka náttúrulega út að legu Bandaríkjana, það er engin svona ógnar Bandaríkjónum með skriðdrekum og ekki minnst auðvitað náttúrulega floti líka og þessi náttúrulega bandaríski flotin er sterkari en floti heimsins gegn þeim og þetta auðvitað allt styrkist og svo náttúrulega ennfremur auðvitað kemur náttúrulega eins og nefndi tækni og ekki minnst auðvitað internetið og allt slíkt það sem að Sovétríkin voru mjög aftarlega á merinni sem náttúrulega hræddi auðvitað Sovétríkin mjög. Já, þeir voru mjög ófullkomnar í búnað. Já, og svo en samt líka var sem er svo áhvert að kynna mig líka þetta Varsjárbandalagi, svo ég nefndi hérna ég byrju snemma þetta að gerum ekki greið fyrir hvað Varsjárbandalagi hafi verið. Nei. Ég held nefnilega að Varsjárbandalagi hefði verið einhvers konar hernaðarlegt bandalag frá upphafi eins og NATO. Já. En það sem var áhvert að þegar ég var að kynna mér það var ekki svo, því í stuttumáli sagt, Sovétríkin voru með svona einhliða samninga alltaf, eða tvíhliða samninga við hinu þessi ríki. Þeir voru með samning við Pólland, þeir voru með samning við Austur-Þýskaland, samning við Rúmeníu og Varsjárbandalagi þegar var stofnað var eins og í einna af bókurum þarna sem ég sendi á því var kallaði með svona pappírskastali af Bandaríkjónum vegna þess að það var ekkert hernaðarbandalag eins og NATO heldur hafði Sovétríkin stofnað Varsjárbandalagið er ekki hvað 55 í þeim tilgangi að hafa eitthvað til að skipta við Bandaríkin þannig að þetta var sko pólitískt og menn sáu fyrir sér heyrðu, núna samjum við þið leysið upp NATO og leggið NATO niður í staðinn munum við leggja niður Varsjárbandalagið og leysa það upp og svo verðum við sammála einhvers konar Evrópu öryggisbandalag eða samning eða eitthvað slíkt, eitthvað svona hvernig getur við verið sammála öryggismál í Evrópu og það var collective security og svo sáu þetta Sovétríkin eftir þessi leið á að NATO er ekkert að fara Bandaríkin hafa engan áhuga á því að leysa það upp heyrðu, ok, við erum með þetta hernaðarbandalag, hvernig styrkjum við þetta þannig að það
þannig að Varsjárbandalagi varð ekki almennilegt herðabandalag sem virkaði almennilega fyrir en sko töluvert setna. Já, og svo sér maður í þessum skjölum líka hvernig einmitt apparatið í kringum það þróast og en þetta áhugavert að þetta með sem þú ert að nefna með þetta rauninni það kannski ekkit markmið sjálfu sér að vera finna hver vondi kallinn og góði kallinn í kaldastríðinu, ég held að það sé ekki ég held að sé ekki kannski svo spurning lengur, svo spurning var í kaldastríðinu náttúrulega, ég held að við þurfum að komast aðeins fram úr því að þegar við lítum á þetta allt sem bara svona litlar hrætta stráka sko. Við þurfum að komast lengra en Rocky myndundar. Já, Rocky Já, var ekki Rocky 2 eða 3 Ivan Drago þegar berjast einmitt við hann, Nei, þú veist að eins og þú veist Pólitík Krúsjós á þessum tíma er alltaf mjög gagnrýnt fyrir að vera svo klikkaður og vondur þetta og séð frá okkar sjónarhóttir náttúrulega en þannig hann að reyna að þú veist, ég veit ekki ég hef ekkert kafa svo djúpt í þessi plön sem þú varst að tala en svona á yfirborðinu þegar þú segir planið mitt að við leggjum niður NATO og Varsjárbandalagið og komum á collective security eins og átt að vera á vegum þjóðabandalagsins fyrir seinni heimsstyrjöld það hljóma það ekkert illa svona eins og það er sagt þannig. Nei, það sem man alltaf gaggrínendurnir sögðu þetta var að þá erum við að afvopna sjálf okkur og við getum auðvitað ekkert gert það og það ertu líka að segja sko það liggur eitthvað svona slæmur ásetningur á bakvið af því að hann er Krúsjov og hann er Sovjet og hann er kommunisti og þá er hann sjálfsögðu vondur í eðli sínu þannig að það, þessi plön hans eitthvað frið þetta verður að vera eitthvað svona plott til þess að ná yfiráðum yfir allri Evrópu í gegnum þetta kerfi skilur og það getur auðvitað vel verið að maður geti fært rauk fyrir því og annað sko en það er auðvitað líka þetta sem hann var að tala hann Krúsjov náttúrulega að byggja niður herinn minnka herinn og hann bað Varsjárbandalagsríkjunum að gera þetta líka það verður alltaf þannig í Austurblokkinni þú veist að þeir skipuðu bara fyrir hvað þetta að gera og þeir fylgdu því alltaf bara og líka hugmyndir hans Þýskaland sko, ég meina það er auðvitað alltaf litið á það sem alveg gríðalegt aggressjón en það sem hann var að leggja til auðvitað var að þeir myndu koma á sameiningu Þýskalands sem myndi vera hlutlaust ríki í miðju Evrópu sko sem var ekki vopnað og ekki hluta NATO og þegar þú lítur á þetta út frá sjónarhorni Rússa og þeirra öryggishagsmunum þá er þetta mjög mjög mikil ógn þegar að NATO vopnar Vestur-Þýskaland ríki sem á 2000 sinni búið að ráðast inn í Sovétríkin eða Rússland það eru þetta algjörlega og ennfremur líka það er mikilvægt að hafa það í huga að eins og með Kúbudeiluna að við getum þetta litið að það sé rosalega ógn að Krúsjov hafi ákveðið að senda kjarnorkusprengjur til Kúbu og það hafi verið kjarnorkusprengjur á Kúbu en það er líka mikilvægt að taka með að því að Bandaríkjamenn voru nú þegar búin að setja kjarnorkusprengjur til Tyrklands og Tyrkland var náttúrulega bara við Sovétríkin og var auðvitað gífurlega ógn við Sovétríkin en það var náttúrulega hluta því sem leysti Kúbudeiluna var auðvitað það að Bandaríkin samþyktu það að fjarlæga kjarnorkusprengjur sína frá Tyrklandi sem var haldið leyndu fyrir bandarískum almenningi og fólki almennt á þeim tíma en kom síðan í ljós seinna meir að það var hluta því sem leystu deiluna Bandaríkin ákveða að fjarlæga sprengjurnar frá Tyrklandi og þá ákveðu Sovétríkin að fjarlæga sína sprengjur á Kúbu. En hann talaði líka alltaf griðasamning sko, hann var alltaf að reyna að fá það til að skrifa undir griðasamning milli NATO og Varsjárbandalagsins á þessum tíma þú veist og ég veit ekki, ég meina ég ætla ekki að fara að spila Krúsjov framsökut friða sinna sko en það var hann það auðvitað ekki ég sé myndina á hann fyrir aftur þig það er það mynda á hann sko en þú veist, þetta er svona hlutin er lítið öðruvísi út ef þú viðkennir það að þeir voru að hugsa að verja sjálfa sig algjörlega það lítur að vissulega öðruvísi út en svo hinbóin þá getur þetta ekki út frá sjónarhorni vestursins náttúrulega þá þetta getur við ekki treyst
kommunistum og við getum ekki treyst alræðisríkjum og við getum ekki bara lagt niður vopnin og vonast til þess að þeir séu góðir sko. Nei. Það getur þetta ekki gert. En þannig var þetta og þess vegna erum við með þetta stríð sem var kalt. Það er svo áhvert og mér veist kannski það sem ég veist eru áhugaverðast við þetta allt auðvitað það að þau vart með eftir að hafa haft Khrushchev sem einmitt var svona eins og nefnir, þú veist, hann gekk alveg að línunni og alveg að brúnunni og bara liggur við að hann hafi farið yfir að það er svo áhugavert að þú ferð frá þeim slíkum einstaklingi og hvað velur í staðinn? Þú fjarlægir hann og þú velur gamlan kall eins og Brezhnev sem þú veist alveg, hann rólegur og allt bara fast og strákar, við ætlum ekki að vera að hreyfa og mikið eitthvað við bátnum við viljum engan öldugang hérna nú ætlum við bara að reyna að sigla á eins lignum sjó og við getum séð hvað fyndin, hefur ekki séð núna verður þetta rólegt hefur ekki séð þetta Whiskey on the Rocks þættina, ógeðslega fyndnir sænski þættir sem fjallum þegar sovjísku kafbátur strandaði í Svíþjóð þetta svona pólitísku satýr Brezhnev svo fyndin í því mæli með því fyrir það sem hafa ekki séð það held ég að nefnda einn á öðrum hlaðvarpi en já, fyrir ekki Nei, ég þarf að sjá það Nei, og ástæðan fyrir því okkur nefna það þessi legin alltaf bara svo mikið valda elituna og menn voru hrættir og sjá að þetta viljum við ekki, við viljum ekki taka áhættur þessu því að stjórnmálamenn í Moskvu vildu þetta ekkert að Moskva myndi brenna og Sankt Pétursborg og Vladivostok og borgir Sovétríkjanna í einhverjum kjarnorkueldi rétt eins og Bandaríkjamenn vildu ekki það sama að Washington og San Francisco og allt þetta myndi brenna upp og þá náttúrulega var þessi sérstaklega áhersla á að strákar í hættulegum heimi það sem eru átök og illdeilur og við innan gæsalapa hötum hvort annan og báður eru hvað við segja stærsta ílska jarðar þá verður við samt einhvern veginn að reyna að taka svona takmarka líkurnar á styrjöld og reyna að bremsa einhvern veginn og þetta náttúrulega það sem auðvitað gerir síðan náttúrulega með auðvitað Brezhnev og menn auðvitað virkilega stíga á bremsuna og takmarka líkurnar á styrjöld en síðan samt missa menn ákveðinleiti stjórnina því það svo áhugavert til dæmis að Sovétríkin hafi farið út í þess að fáránlega hernaðarleiðangur sinn inn í Afganistan og það náttúrulega bara efni í heilan þátt en til dæmis Afganistan skiptir engum máli fyrir hagsmuni Sovétríkjanna eða Bandaríkjanna en þá var það til að gera langasögu stutta voru Bandaríkin og CIA farin að skipta sér á Afganistan og brasa þar þannig að Sovétríkin túlkuðu það sem svo að Bandaríkin ætluðu að fara inn í Afganistan og skipta sér af Afganistan og litu á það sem ógn við sjálfa sig þannig að þeir fara þarna inn og lenda í þessu kviksyndi sem Afganistan var og enn þann dag í dag og tapu þetta því stríðu endanum og það er alltaf hluta því til þess af hverju Sovétríkin studdu Norður-Víetnam gegn Bandaríkjunum áður og Bandaríkjumenn fara þá alltaf inn á fullum þunga inn í Afganistan að styrkja það sem setna meira þetta var talibanar og það nú svo það náttúrulega sem við erum að tala þetta er náttúrulega svo margir þættir sem koma hérna inn í þetta en það svo áhugavert samt og ástæðan fyrir okkur nefni Afganistan að þrátt fyrir það að Sovjet-elitan velji þarna tiltölulega gamlan rólegan mann til þess að koma í vekk fyrir fleiri stríð og hernaðarbröld að þá samt myndi ég segja mistúlka menn aðstæður svo getur maður sett spurningamerkjum við það en allar menn túlka aðstæður sem svo að þeir þurfa að ráðast inn í Afganistan og svo hugmynd svo hættuleg þú þarft að gera eitthvað og það náttúrulega eitthvað sem hefur mikið að segja fyrir okkar samtíma þegar að til dæmis Putin túlkar sem svo að hann þurfi að ráðast inn í Úkraínu eða Netanyahu túlkar sem svo að hann þurfi að ráðast inn í Gaza eftir árásina 7. október og spurning hvernig þjóðarleiðtogar næstu ára túlka hitt og þetta Xi Jinping mun hann túlka sem svo að hann þurfi að ráðast inn í Tævan eða eitthvað önnur stríð Venezuela þurfa að ráðast inn í Gvæjunu eða Súrinamin skulum hann ekki Heyrðu, já þú varst að
nefna hérna Ólafur þessar bækur Já. Það voru konkrét plön á báða bóa það hvernig þetta stríð myndi brjóðst út og það eru mjög áhugaverðar bækur hérna sem að ég mæli bara með að hlustendur kíkja á ef menn hafa áhuga á þessu fyrsta lagi bóki sem að þú varst með sem að þú sendir á mig hérna Cardboard Castle Já. Hvað heitir hún áttu nákvæmlega? A Cardboard Castle, An Inside History of the Warsaw Pact frá 55 til 91 Einmitt. Og þetta eru sko, þetta er safn heimilda sem að þeir hafa safnað saman Já. frá Varsjabandalaginu og bókin byrjar einmitt líka sem bara mjög góður inngangur, hvort það segja upp á 150 blaðsíður eitthvað slíkt, bara sögu bandalagsins. Já. Og svo einmitt síðan líka fullt af frumheimildum eins og til dæmis stofnunar sáttmáli Varsjabandalagsins sem var mjög áhugavert að glugga þess í, þú veist, að athuga þessar greinar og einmitt sjá það auðvitað Varsjabandalagi sett upp sem auðvitað varnarbandalag, bara réttu svo NATO auðvitað líka sett upp sem varnarbandalag, svo auðvitað menn auðvitað sett spurningamerki við það og gagnrýnt og bent á árásarstríð og allt slíkt, en engu að síður auðvitað hefur það áhrif þegar svona hernaðarbandalagi sett á laggirnar að það fyrst og annars hugsa sem varnarbandalag. Já, sko þessi bók kemur úr 2005 og þetta er ágætið safn af frumheimildum sem er búið að þýða yfir á ensku og það sem er kannski merkilegt í þessu þetta er að aðgangur að heimildum og skjölum í vestrinu þar er þessi 30 ára regla allavega í Bandaríkjunum það sem að skjöl eru declassified eftir 30 ár, það þýðir eiginlega samkvæmt því, menn að þá ætti allt kaldastrið að vera dekkað núna. Já. Það var það ekki þá, þannig að þessi bók kom út. Nei. Það var 85, en nú er það 95. Já. Nei, byrju, 95, 85, 75, já það var 75 þegar þessi bók kom út. Og nú er það komið upp í 1995, já. Það er samkvæmt þessari 30 ára reglu. Já. Þannig að það talaði um það að gengja NATO-skjölum er ágætt. Síðan ertu náttúrulega með aðgengi að Varsjabandalagsskjölum sem er svolítið áhugavert að því leiti sko að náttúrulega allt sem er frá Rússum komið, það er náttúrulega ennþá lokað. Já, það er það. Það er Putin lokaði fyrir forseta skjalasafnið þannig að vestrænir fræðimenn komast ekki í það lengur. Nei. Og var takmarka líka á 10. áratugnum þó svo að það var alveg opið að miklu leiti og þetta auðvitað við nefnt hérna í tengslu við sögu kommunismans, sögu kommentarinn og hérna alþjóðlegu kommunista hreyfingar og allt þetta sem að þessi rússnesku skjöl hafa spilað stórt hlutverk en það auðvitað spilar sérstaklega mikilvæga rullu auðvitað í tengslu við kaldastriði líka vegna þess að þú komst að hérna áðan hvernig Varsjabandalagið var byggt upp auðvitað var þetta allt í höndum Rússa. Já, ég stýrði þessu. Já, þannig að mikið af skjölum er ennþá bak við lás og slá í Moskvu en hins vegar þá auðvitað eru öll þessi Austur-Evrópuríki búin að opna skjalasöfnin sín og mörguleiti þá allavega eins og áður fyrr á þessum tíma var betri aðgangur að skjölum til dæmis þar og það sem að gerist eftir þessi bók kom út 2005 veit ég er allir Pólverjar hafa verið með sérstakt verkefni að safna saman skjölum frá kommunistatímanum og gera þau aðgengileg það sem að meðal annars kom fram þetta fræga plan sem heitir mástu hvað heitir 9 Days to the River Rhine heitir það ekki? Get hörið, það er mann ekki hvað heitir. Það heitir 7 Days to the River Rhine, já. Sem er plan sem að koma upp úr pólskum skjölum skjalasöfnum 2005 sem sýnir hugmyndir Varsjabandalagsmanna innrás í Vestur-Þýskaland en síðan er önnur bók sem ég mæli líka með sem er mjög áhugaverð sem að heitir Military Planning for European Theatre Conflict During the Cold War An Oral History Roundtable þetta er frá 2006 og þetta er þess að stofnun sem heitir Center for Security Studies í Zürich í Sviss held ég sem að
gefur þetta út og þetta var svona roundtable eða þannig, þetta var seminar eða hvað maður kalla pallborðsumræður kalda stríðið og plön í tengslu við innrásir og varnarmál á tímum kalda stríðið, sérstaklega svona í kringum 1980 og það tóku þátt í þessu pallborðsumræðum bæði sagfræðingar en líka herforingjar og alls konar svona herfólk sem að var hérna á þú veist, sitt hvort með við játthjaldi og það er mjög áhugavert, þetta er eiginlega næstu í svona transkript bara af því sem þau voru að segja. Já. Sástu ekki þessa bók? Sendi þér ekki á þig? Gett verið, en ég er spá hvort það verið unnið upp úr þessu bók sem heiti War Plans and Alliances in the Cold War Threat Perceptions in the East and West. Jú, þetta Wojciech Masny. Já, þetta tengist nefnilega allt sko. Já. Að þessi Wojciech Masny sem er þessi tékknesk-ameríski sagfræðingur hann tók þátt í þessu seminari 2006 munnlega sögu og hann kemur þar við sögu sko. Já, einmitt. Og það er hann sem er ritstjórinn í þessari bóksið sem Varsabandalagið, Cardboard Castle. Já. Og þar halda þeir úti sko vefsíðu sem að er hérna PHP, Parallel History Project, ef þú googlar það sko. Já. Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact. Ég held að hann stendur eitthvað bak við það þessi sagfræðingur og fleiri aðilar og það er til dæmis öll skjölin sem eru byggt í bókinni Cardboard Castle, þau eru líka byggt þarna á netsíðinni og sumstaðar sko, skjöl sem er ekki til á ensku eru þar bara á tékknesku og upprunna tungumálunum sko. Já, ég veit. Og þannig er hægt að finna grilla mikið af frumheimildum. En síðan er þetta þessi munnlega saga, hún er líka ákveðin heimild í sjálfu sér og það er mjög áhugavert. Ég var að hugsa þegar ég var að lesa í gegnum þetta, það verið gaman að sjá þetta sko, lesið upp á sviði eða eitthvað, veist, að þetta er svo áhugavert. Þú ert með skilur tékkóslóvakíska herforingi og meira segja einhver rússneskur herforingi þarna. En eins og til að þessi tékkóslóvakíski herforingi þarna sem var í Tékkóslóvakíu skilur og síðan ertu með vestuþýskan herforingi sem var sko stasjóneraður bara hinum við landamærin í kaldastríðinu og þú veist, og núna eru þeir að koma saman og tala saman plönin sem þeir voru með á þeim tíma hvernig þeir ætla að drepa hvern annan. Já, hugsa sér. Og þeir vissu af hvor öðrum auðvitað að þeir voru náttúrulega svo gott intelligence báðir sko. Já. Það er náttúrulega ótrúlega að hugsa til þess. Já. Og lítur áhugavert fyrir þessar mennu að setjast niður með andstæðingnum og ræða málin og svona hvað hernar áallan höfðu við og þið og hvernig sáu þið fyrir ykkur að há orðstöðuna og við hugsuðum okkur að við myndum gera svona og hinsegin og það var alltaf alveg ótrúlegt þegar maður spáður í því. Já. Þannig ég mæli með að kíkja það er mjög áhugavert en ok. Sko, þetta eru nokkur plön sem hafa komið upp á Karfssundatni í austurevrópskum skjalasöfnum sem við vitum austurevrópsku innrásaplönin. Það er talað 1951, er elsta planið sem við vitum sem var pólskt varnarplan. Það segir sjá fyrir sér að NATO muni ráðast að Pólland eða náðast að austri bara með meira sem með nota gömlu D-Day bátana sem við vorum búin að geyma. Já. Og síðan ertu með svona alls konar svona war games sem að Varsabandalagsríkin voru að spila. Fræga æfinga 1961 Búrja-æfingin í Austur-Þýskalandi sem var svona fyrsta svona stóra samhæfða heræfingin á milli Varsabandalagsríkina. Hún gekk mitt út á það þeir myndu síðan rúlla alveg vestur að Atlantshafinu. Búrja því það er ekki stormur. Jú, minni mig rússnesku. Ekki, ég kann ekkert fyrir mig rússnesku en minni mig að ég lesa það. Og svo eru þarna fleiri svona war games pólst Masovske sem var sem sagt æfing fyrir kjarnorkustríð 1963 og síðan ertu með tékkóslóvakíska planið frá 1964 sem er svona allsherja plan fyrir innrás, ekki bara æfing heldur plan, bara nákvæmlega
í smáatriðum hvað á að gera, hvert á að fara, hvernig alltaf, þú veist að bara nákvæmlega hversu mörg tonna vopnum á að fara og hver á að gera hvað og hvernig og bara, þú veist, mjög detailed plan sem að var sko uppgötað í tékkneskum skjalasöfnum held ég 1999 eða 2000 eða eitthvað og þetta eina svona heila planið sem hefur fundist frá Varsjabandalaginu sem ekki bara eitthvað svona wargame, svona heræfing og þannig að þetta opaslega mikilvægt skjal og ástæðan fyrir þetta til held ég að því að þetta var sko lagt fyrir alveg æðstu yfirmenn í Tékkóslóvakíu til þess að skrifa undir og svo segja menn ástæðan fyrir því að við eigum ekki fleiri svona plön vegna þess að þeir eru þau væri þá til í Sovjetríkjónum sko í Moskvu þá og það hægt að lesa því líku smáatriðin í þessu plani það sem þið talum sko það endar sko 9. degi í Lyon í Suður Fraklandi og svona ef maður setur öll þessi plön saman þá getur rauninni séð sko hvernig svona stríðmyndi geta hafa verið þú getur sagt kannski þú sett með 3 víglínur í Evrópu það uppi í Norður-Noregi þar myndi maður gera ráð fyrir að væri eitthvað aðeins síðan ertu með sko hjá Búlgaríu og Grikkland og Tyrklandi þar svona þessi suður hlið Varsjabandalagsins þar sem Rúmenía og Búlgaría myndu mögulega mæta Grikkjum og Tyrkjum mögulega myndu Grikkir og Tyrkir ráðast þar inn en það væri erfitt kannski út af landafræðinni þar sko og svo sumplun gera ráð fyrir að Júgóslavía sé drægist inn í það og sum ekki sko en alltaf aðal víglínan þetta væri Vestur-Þýskaland, Tékkóslóvakía og Austur-Þýskaland og Ungverjaland og Danmörk og þar erum við að tala sko Austurríki sem hlutlaust í miðjunni og það alveg menn gerir alveg ráð fyrir því að báða bóga sko að hvort að hlutleysi Austurríkis myndi vera brotið eða ekki sko og það sem mjög svo áhvert við hluta þessum plönum var að hvað svona marg sem gerir ráð fyrir því að það ekkert virt og jafnvel velt fyrir sér sko að við notum kjarnsprengjur og Austurríki það verður að rúlla þar inn þessi stundum gert ráð fyrir að NATO brjóti hlutleysi Austurríkis og það til dæmis með því að þeir myndu velja koma hersveitum yfir frá Ítalíu sko til Suður-Þýskalands með því að fara yfir Austurríki og svo stundum gera þeir ráð fyrir því að þessu í tékkóslóvakíska planinu frá 1964 þar ekki gert ráð fyrir því að það verði rofið sko en á hinn bóginn hafa þeir hersveitir til á Varbergi við landamærin ef að NATO skildi koma frá Austurríki og draga Austurríki með í það einmitt en síðan til sko ungversk heræfing svipuðum tíma 65 eða eitthvað líka þar sem að bara gert ráð fyrir því að NATO muni bara taka Austurríki með og ráðast inn það sýnir þá líka hvað var lítið traustu þetta til hvors annars Sovjetríkin gerir allt þess ráð fyrir því að NATO mun ekki virða hlutleysi Austurríkis NATO gerir líka ráð fyrir því að Sovjetríkin eða Varsjabandalagið mun ekki virða hlutleysi Austurríkis það segir náttúrulega rosalega mikið heimsinn manna þú gerir bara ráð fyrir því að svona hluti verði ekki virtir þá er maður líka spurt sig hversu virði þá hlutleysi þetta auðvitað góð spurning og tengist auðvitað ég meina í seinni heimsstyrjöldinu og fyrir heimsstyrjöldinu var náttúrulega hlutleysi Belgíu rofið þannig að Austurríki náttúrulega staðsett svona svipuðum stað og Belgía var í fyrir seinni heimsstyrjöld svona vís stórveldin algjörlega það er náttúrulega líka að tala þau kannski svona örvurleikan á jörðunniðri og stórvelda pólitíkina að stundum kannski aðstæður slíkar að þú getur ekki gert ráð fyrir neinu öðru en verið dregin í stríðið og Austurríki hafi myndi verið í slíkum aðstæðum í kalda stríðinu út af því að það voru
járntjaldið var að segja járntjaldið var og Austurríki var hérna mitt á milli og það var of mikið í húfi þannig að það var ekki hægt að virða það hlutleysi. Nei. En svo náttúrulega var það líka mjög óvart að lesa sko hvað það sé Varsjárríki líka sérstaklega þá Pólland, Austur-Þýskaland, Tékkóslóvakía hvað þeim auðvitað leist illa á kannski hluta af hernaðaráætlunum þar sem þeir sáu þetta á kristaltæru það verður auðvitað barist hér á okkar landi. Einmitt. Við erum að fara taka við öllum þessum taktísku kjarnorkuvopnum. Vígvellirnir verða hérna. Og svo svona sovjesku plönin gengur svolítið út frá því að Sovjetríkin sjálf kannski myndi sleppa. Sem auðvitað svona eftir að hyggja var ekkert annað en bara draumórar því auðvitað er erfitt að segja nákvæmlega hvernig svona stríð hefði farið en öllum líkindum þá hefðu menn auðvitað varpa kjarnorkusprengjum líka fyrir aftan víglínuna því framleiðslan skiptir svo miklu máli í hernaði líka eins og sjáum í dag. Hvernig það framleiða mikið af fallbyssukúlum, hvernig það framleiða mikið af skriðdrykum eða á okkar tímum flígildum og ég veit ekki hvað og hvað. Það var það voðalega óraunhæft að Sovétríkin hafi gert ráð fyrir því en engu að síður það voru plönin og skipulagið svolítið þannig að við erum með þessi ríki hérna á milli þar munum við berjast þeir lenda fyrst og fremst fyrir barðinu og kjarnorkusprengjunum og svo rúlu við inn eins hratt og við getum 7 dagar, 9 dagar 14 dagar, hvað það var að einhverju borg og leggjum þannig undir okkur Vestur-Evrópu og náum þá að setja víglun lengra fram til þess að verja þá móðurlandið heima fyrir. Þetta kemur fram í þeir eru að tala um í bókina í þessum pallborðsumræðum. Það segja það líka NATO herfóringjarnir að þetta var alveg umræða í Vestur-Þýskalandi menn voru þetta var ákveðið element þetta með leiðilegt að þurfa að kannski hörfa og skilja ganga út frá því að Vestur-Þýskaland muni vera tekið eins og var gert í fyrri plönum að það veri erfitt að selja Vestur-þjóður það svona svipað sem við hefur verið talað í norskri varnarpolitík þegar ekki að menn voru að ganga út frá því að yfirgefa Norður-Noreg og Finnmörk ef Rússland gerir erfitt að selja Norður-Norðmönnum það. Það hefur verið mjög viðkvæmt hérna í Noregi en það hefur verið nú alveg legið fyrir að Finnmörk ekki varin og það hefur verið mjög viðkvæmt mál. En síðan eins og þú segir með þessu kjarnorkuvopn auðvitað við bent á þessu óraunhæft þessi plön að vegna þess að þau eru byggð sérstaklega eldri plönin frá svona 1960 til 70 sem þessi stóru plön sem hún var að tala um þetta pólska heræfingarna, þessi ungverska heræfingarna, þetta tékkóslóvakíska plan frá 64 og svo þessi burjaæfingarna frá 61 þetta eru allt svona plön sem að ganga út frá það sem hefur verið kallað kjarnorkurómantík sem var svo hugmynd þú gætir unnið kjarnorkustríð og svo þetta sjá með það þegar framleiða stundir að það ekki raunhæft á báðabóa og Bandaríkin eða NATO var alveg líka með ákveðna kjarnorkurómantík og jafnvel svona hugmyndin hversu lengi getur þetta gengið áður en við byrjum að nota kjarnorkuvopn. Það var líka hugmynd í þessu að bandarísku plönin voru oft svona aðeins bjartsýnni á það að þú getur haldið áfram með 3. heimsstyrjöldina í ykkur tíma áður en að það eskalerast með notkun taktískra kjarnorkuvopna sem síðan eskalerast upp í strategísk kjarnorkuvopn sem verður síðan heimsendi náttúrulega en til dæmis Rússarnir gerðu alltaf ráð fyrir bara eiginlega strax frá degi 1 notkun taktískra kjarnorkuvopna og jafnvel strategíska líka þannig að þú veist og til dæmis svo í þessari Masovske æfingarna frá 63 sem hægt að lesa í bókina Cardboard Castles lesa skjalið frá því þar eru þeir að tala þú veist
NATO eða vestrið byrjar að því að sko þeir senda kjarnorku árásir hérna á Pólland skilur og síðan svörum við því og svo æfing einhvern veginn endar með því sko að Sovjetmenn senda sko kjarnorkusprengjur á Bandaríkin og æfingin endar einhvern veginn með því sko að sko 33 milljónir manna eru látnir í Bandaríkjunum og 1,5 miljón er látin í Pólandi og svo fyrir bara í gangi eitthvað, þú veist, uppbyggingastarf í Pólandi. Þetta er svona hugmyndi sem er eftir að hyggja að vera mjög óraunhæfar. Já, algjörlega. Og þeir tala það líka í hérna, hersöðingjarnir hérna, í pallborðsumræðunum það sem er að segja bara, þú veist, sum af þessum plönum sem við vorum hermenn og við áttum bara, þú veist, gera þessa war games og þetta skilur en maður sér það alveg þetta var sko eins og hvað kallaði hann það hérna science fiction bara þessi plön sagði eitt þarna sko það var bara fáralega plöna því og þau voru að gera ráð fyrir sko nota kjarnorkuvopn sko og síðan voru að vera undirbúa hersveitirnar fyrir sko að ráðast inn á svæði sem að sko höfðu verið fyrir kjarnorku árásum og til missi svo hérna í Burja-æfingunni 1961 þar er sagt sko, herri, við sendum hérna eitt stykki 1 megatonna vetnissprengju á Hamburg það er 50 sinnum Hiroshima og síðan daginn eftir þá kemur rauði herinn bara inn í Hamburg til þess að hreinsa upp sko veist, sem er bara eitthvað sem ekki er ekkert sens sko klikkar og þú veist og annað í þessu ungverska planið 65, eða það er fyrir ekki plan ég veit ég notið svo orð hérna alveg svona þess og grus, þetta var sérst war game, heræfing það er aðeins öðruvísi heræfingu þú þurft að segja bara hér er scenarióið og við ætlum að gera svona og þá hérna þar gera þær ráð fyrir alveg ótrúlegur anskoti sko, ég með þetta hérna þar gera þær ráð fyrir því að þess að vestri byrjar að senda kjarnorkusprengjur á Ungverjaland og síðan svara þeir með því að setja kjarnorkusprengjur og þar segja þeir sko með lista hérna yfir hvað þeir setja kjarnorkusprengjur á þetta eru mikið af sko litlum innan geðsalappa 20 kilotonna sprengjum á hinar og þessar hersveitir sem þeir eru að berjast við og við erum að tala sko Hiroshima er 15 kilotonn 15 kilotonn það er ein Hiroshima sprenging og í þessu ungverska plani hérna það segja þeir sko þeir setja 2 500 kilotonna sprengjur 500 kilotonna sprengjur á Vínarborg og þeir setja eina 500 kilotonna kjarnorkusprengju á flugvöllin í Erding á flugvöllin í Aviano á flugvöllin í Geti þetta er auðvitað í Ítalíu þeir setja 500 kilotonna sprengjur á Vicenza, Verona og München og ef þú setur þetta í samhengi ef þú ferð inn á, ef þú googlar hérna Nuke Map, það er svona kort sem þú getur séð hérna hvernig svona sprengja er í raunveruleikunum eða hvernig hún myndi vera og ég prófaði hérna ganni, ef þú setur hérna 500 kilotonna sprengju á Tjörnina í Reykjavík það er það sem þeir ætla að setja á München til dæmis sko þá erum við að tala til dæmis bara það sko þá sko radíusinn sko bara eldsprengjan er rauninni sko miðborgin í Reykjavík og bara fyrsta sprengingin hún er hérna alveg út að næstu út að Seltjarnarnesi sko í vestri og hérna út að Austurbænum í austri fram að hérna menntaskólum í Hamrahlíð þú veist, og við erum að tala sko bara í þessum litla wargame að vera að tala að nota 4 svona sprengjur á borgir skilur, og svo eru aðra sprengjur sem að vera að nota taktist skilur á vígvellinum og síðan sko hugmyndin að þú veist báðir eru að senda svona vopn á hvern annan og þú veist og að fólkið heima skilur haldi bara áfram sínu daglega lífi skilur þegar svona er í gangi algjörlega óraunhæf plön þetta er bara, þú veist, þess að hún segir science fiction sko
Já, þetta er það. Og þetta er svo mikilvægt að taka með að því að þeir eru búin að varpa svona sprengjum á lykilborgir og ekki minnst iðnaðarsvæði, þá eru þetta heimavílinn ekki að fara að halda úti hergagnaframleiðslu og lífinu eins og ekkert sé til þess að styðja stríðið. Nei. Og hluti af þessum hernaðarleikjum, hernaðaræfingum og slíkt gerði ráð fyrir því sem náttúrulega auðvitað var óraunhæft, að þessi náttúrulega verður að taka mið auðvitað af öllu krabbameininu og sjúkdómanum og vandamálum sem kom í kjölfarið að búið að varpa mikið svona sprengjum. Og náttúrulega líka mikið að hafa í huga, við náttúrulega hefur verið að tala taktískar og strategískar kjarnorkusprengjur. Auðvitað munurinn þar á auðvitað að menn sáu fyrir sér sérstaklega í byrjun stríðsins eða kalda stríðsins að ef þú notar taktíska kjarnorkusprengjur þá er það náttúrulega minni kjarnorkusprengjur notaðar á vígvellinum til þess að hafa áhrif á orrusturna, á meðan að strategísk kjarnorkusprengja það er þá til dæmis að varpa sprengju á Washington eða Lundúnir eða eitthvað slíkt. Og svo náttúrulega getum við þetta spurt sig, hversu raunhæft er það þegar þú ert farin að nota taktískar kjarnorkusprengjur? Akkur virður einhver ímyndaða línu nú þegar búin að varpa sprengjum á Þýskaland og Pólland og Tékkóslóvakíu og Frakkland og Austurríki og Ítalíu og Ungverjaland og hvað það er. Já, en heimavíglinan er þetta mikilvægasta svæði hvað varðar þetta hergagna framleiðslu. Ertu ekki frá að varpa sprengjum þetta á Moskvu? Já. Eða Stalingrad eða San Francisco og Washington og Pittsburgh og hvað það er. Það er nefnilega málið, sko. En það er nefnilega það, þó svo þú gangir út frá því að þetta muni ekki eskalerast þangað. Þá er samt eyðileggingin svo biluð. Ég meina, ungverska heræfingin í maí 1965 talar að NATO muni fyrst gera árás með 130 kjarnorkusprengjum. Það eru 7654 kilotonn af sprengikrafti, 510 sinnum Hiroshima. Austri svarar með gagnsókn, ræðist fram með 125 kjarnorkusprengjur, 6140 kilotonn, 409 sinnum Hiroshima. Þetta eru til samans hátt í 1000 Hiroshima sprengjur. Já. Sem þessi heræfing gekk út á, og 1964 plani sem var actual plan, þar er gert ráð fyrir að nota 131 kjarnorkuvopn í allri aðgerðinni, 96 eldflögar kjarnótar og eldflögum og 35 aðrar kjarnorkusprengjur. Já. Þannig að þú veist, ég held að menn hafi hljóti líka á þetta bara að sé það, skilur við, þú veist, þetta er þú getur ekki plana fyrir eitthvað svona. Nei. Ég meina, þú ert búin að setja 1000 Hiroshima sprengjur niður. Já. Bara á fyrstu dögum stríðsins, bara í Suður Þýskalandi og Austurríki. Það er ástæðan fyrir því að við sögðum hérna áðan að stríða milli NATO og Varsjárbandalagsins getur ekki átt sér stað. Nei. Það er alltaf hættulegt, alltaf mikið eyðilegging. Já. Og hugsandi. Einmitt. Herru, svo er einn þáttur í þessu sem er áhugaverður, og það er Kína. Kína er í rauninni sko alveg ótrúlegt diplomatískt klúður fyrir sovjetmenn. Já. Að missa Kína sem bandamann. Það er alveg ótrúlegt. Já. Að því að það gerist auðvitað miðjan 7. áratuginn að þeirra leiðir skilja. Bandaríkjamenn kom inn í þar, Nixon og Kissinger og opna fyrir Kína eins og við þekkjum, og menn geta sagt að það hefur verið strategískt bragð hjá bandaríkjamönnum að taka Kína frá sovjetmönnum, sem að virkaði sannarlega, en auðvitað var þetta innbyrðis deilur á milli Mao og Khrushchevs meðal annars og Kína og Sovjetríkjana almennt, sem að hafði náttúrulega gríðarleg stóra afleiðingar í kalda stríðinu. Við sjáum þetta líka í pólitíkinni hjá hinni alþjóðlu vinstri stefnu. Kommunista hreyfingar á Vesturlöndum flyktust frá Sovjetríkjunum og til Kína á tímabili. Þess að
ML-hreyfingarnar og svona, margar. En sko þetta var samt það alvarlegt að Sovétmenn þurftu allan tíman að vera með gríðarlegan vígbúnað við landamæri Kína. Og við vitum held ég það líka að Sovétmenn og Bandaríkjamenn voru náttúrulega með kínversk skotmörk fyrir langdra kjarnorkuvopn líka. Þannig að þessi svona nuclear apocalypse sem við sjáum fyrir okkur, það næri við Kína líka. Já. Og spáir þessu bara allir rússar voru með allan þennan vígbúnað við landamærin við játstjaldið, en svo þurftu við líka að vera með allan hann vígbúnað sko við þessi gríðarlega löngu kínversku landamæri. Já. Og við berð það sama við Bandaríkin sko, það var eins og Bandaríkjamenn með þurftu að vera með svona vígbúnað við landamæri Kanada. Hugsa sér. Sem rauninni í stóru mynd kaldastríðsins rauninni svipa dæmi vegna þess að Kanada og Bandaríkin eru, þú veist, bæði kapitalísk vestræn ríki og ættu í rauninni að vera saman. Þannig að þú veist, Kína og Sovétríkin eru bæði marxísk-lenísk kommunistaríki og ættu í rauninni að vera saman. Og þess vegna þetta svo ótrúlegt klúður fyrir Sovétríkin að missa Kína svona. Það var það. En svo náttúrulega líka hluta þessu og það náttúrulega já, ég held að maður geta alveg sagt svo sem að Mao hafi hrætt svolítið valdaeiltuna í Sovétríkjunum, því Mao náttúrulega var sérstaklega klikkaður og tilbúin að fórna, því hann talaði sem svo að, veistu það, við erum nú svo margir hérna í Kína og Sovétríkjunum að við höfum alveg efnaði að missa 50% af okkar íbúum, við getum samt unnið stríðið. Hann var alveg til í að fara í kjarnorkustríð og sá fyrir sér að þeir myndi alveg vinna það, því það var náttúrulega svo margætt fleiri náttúrulega sem byggu í Kína og Sovétríkjunum og það hrætti alveg Sovétmenn. Heyra hvernig hann talaði mannslíf og hvað hann var tilbúin að fórna mörgum eins og ekki að þetta væri. Enda hafði Mao auðvitað gert það áður í borgarastríðinu, svo í göngunni lungu og hitt og þetta. Og Mao náttúrulega sem einstaklingur var hryllingur, hann yfirgaf börn sín og einhvernur ekkert að væri og var drullu sama, allt og allar nema sjálfan sig. Þannig að það var minnsta máli fyrir hann að fórna einhverjum 20 milljóna íbúa Kína, en það áttar svo sem eftir að gera það í hungursneiðinni miklu. Já, ég held kannski að það hefur líka spilað aðeins inn í, og ég held að Khrushchev hafi talað um það eftir á sínum endurminningum sem kannski eftir á skýring getur sagt, en minnur ég hafi lesið að hann hafi talað um það sko að honum hafi blöskrað þessi geðveiki í Mao og hann hafi ekki viljað gefa honum kjarnorkuvopn. Og ef það rétt munað hjá mér og ef það rétt skilið hjá mér þá, og rétt sagt frá af Khrushchev hálfu, að þá, þú veist, kannski byggir það þá undir þetta sem vorum að tala um hérna áðan sko, með að þetta voru að vissuleiti svona fullotnir í herbygginu þarna, skilurðu, sem er að segja, þú veist, við þurfum að fara varlega með þessi kjarnorkuvopn. Við getum ekki látið hvert sem hafa þau og við getum ekki gert hvað sem með þau, sem er þá meðal þess að ástæðan fyrir þessu við sögum að Khrushchev var sjálfur látið gossa. Þannig að svo gefum Mao og bara svona strákar er ekki að við vinnum þetta alveg. Þetta drullu saman hversu marga myndi missa sko. Ég skiptir engum máli. Mitt. Nei, þetta ég held kannski að þegar maður skoðar þetta, ég var aðeins að leita eftir í þessum skjölum sko hvað myndi gerast, af því það alltaf að tala bara um þessi árás. Einn ræðst og einn, eða hlutinni fara úr böndunum einhvern veginn og síðan gerði innrás og þeir, segjum svo þeir ná til Líón á 9 dögum eða þeir ná til Atlantshafsins á 10 dögum eða 15 dögum eða whatever, hvað gerist svo? Voru til eitthvað plön hernám eða eitthvað, ég var eitthvað að leita eftir, ég skal nú alveg ekki að ég var ekkert búin að skoða neitt rosalega mikið, ég fann hann aðeins það í einhverjum pólskum skjölum þar sem var að tala að þeir myndu koma upp einhvers konar svona stjórnvöldum í Hollandi á samvinnu því sósíaldemókrötum þar. Ég sá það það var eitt af þessum skjölum þarna frá Tékkóslóvakíu,
það sem talað hvernig hermenn eiga að haga sér á hernumdum svæðum. Þar mikið verið að tala sko bara Genfarsáttmálan og að virða stríðsfanga og virða óbreytta borgara og leggja áherslu á að þeir væru þarna ekki til þess að ráðast á og kúga heldur til þess að frelsa þjóðið frá imperialistum og svona. Byttum við hvað var aftur annars eins og eitthvað pólskt skjal þar sem við vorum að tala hvernig þið myndu taka við uppgjöf Hannover þar sem að tala það sama í raunni virða Genfarsáttmálan og annað slíkt en ég held kannski komist menn ekkert lengra með þessi plön vegna þess að það sjá það allir að þetta myndi alltaf bara enda í heimsendi sko. Já, en svo var samt líka ávart hvað leyniþjónustur í vestrinu voru búin að skipuleggja eins og CIA og MI6 og svona því ég las ég bókina NATO's Secret Armies Operation Gladio and Terrorism in Western Europe og það var einmitt áhugavert maður getur þetta sagt að plönin þar þá gengu út og kannski svolítið svona kjartorku romantík og hvað var að segja að það væri nú eitthvað eftir því það sem að gerðist sérstaklega á 10. áratugnum komum við fram hinn og þessi skjöl og leyndarmál þar sem að sýndi sig að leyniþjónustur Bandaríkjanna og Bretlands og höfðu komið á laggirnar svona leynisellum hér og þar Vestur-Evrópu. Við erum að tala það var byggður upp leyniherir í Noregi og Danmörku og Vestur-Þýskalandi og Ítalíu og alla Vestur-Evrópu, Hollandi og Frakklandi og hvað það var. Og þetta voru sem sagt svona smá hópar manna sem áttu þá að vinna skemmdarverk á bakvið víglínuna að þeim svo varum að tala að NATO gerir alltaf ráð fyrir því að þau eru alltaf að hörfa tölvöld langt vestur og jafnvel í verstafalli voru menn undirbúinu fyrir það að missa megni af Vestur-Evrópu og þá voru fullt af svona leynihópum sem áttu þá að berjast gegn Sovétríkjunum og mikið af þessum mönnum voru auðvitað menn sem voru þá sóttir úr öfga þjóðernishópum eða öfga hægri hópum öfga hreyfingum sem virkilega hötuðu sósíalisma og kommunisma í öllum sínum myndum og þetta bók sem var nefnað sérstaklega áhugaverð fyrir þær sakir að það sem að sýndi sig að sem gerðist líka var að eitthvað af þessum hópum þessum þá leynisellum frömdu hryðjuverki og það hreinlega hefur komið ljós að töluvert af hryðjuverkum sem frammi voru til dæmis í Ítalíu þar sem kommúnistahreyfingin var sérstaklega sterk var frammi þá í nafni einhverja kommúnistahreyfingarinnar og vinstri vangsinn svona á pólitíkunum í pólitíkinni en hefur sýnt sig síðan á setjum tímum að þetta voru öfga hægri menn þá að kenna öðrum Já. Og það sem sérstaklega finnst mér áhvert við þetta líka að sko kannski svona leiðandi öflísum samfélögum eins og til dæmis Ítalíu gerir sér grein fyrir því hvað var að gerast og vissu af þeim neituðu því alltaf sumstaðar vissu stjórnvöld ekki umfangi eins og til dæmis í Noregi og þegar var sem verst að þá erum við hreinlega að tala það að þessu öfl hafi reynt að hrinda af stað valdaránum eins og til dæmis á Ítalíu þar sem að það var valdarán stoppað á Ítalíu og það var einfallega vegna þess að Nixon Bandaríkjaforseti hringdi og stoppaði valdarán hersins og þessara leyniafla í samfélaginu á meðan að til dæmis í Tyrklandi studdu CIA og Bandaríkin valdarán tyrkneska hersins og þetta alveg stór hluti og mikilvægur hluti af kaldastríðinu og kaldastríðs árunum að þú varst með svona leynihreyfingar sem voru þungvopnaðar með sprengiefni voru að fremja hryðjuverk sem auðvitað CIA vildi ekki en það er náttúrulega þetta hættulegt þú ert farin að ráða og þú ert farin að taka inn ákveðin samfélagshópa til þess að
sinna einhverjum innan gæðsala på göfugur markmiðum, þú getur ekki alltaf stýrt því. En þetta var sem sagt til þess að vinna innan Vestur-Evrópu á friðartímum, það var ekki hugmyndin að þetta vera einhvers konar svona andspyrnuhreyfing. Jú, þetta átti að vera andspyrnuhreyfing ef stríð myndi brjótast út. Já, einmitt. Þá átti þetta að vera svona, eins og maður kallar það, svona fimmta liðið. Einmitt. Fifth column. Þetta átti að vera svona andspyrnuhreyfing sem átti þá einmitt að sprengja í Árbrautarteina, ráðast á rússneska hermenn, sprengja brýr, þú veist, vera sterk og öflug andspyrnuhreyfing. Og það þýddi þá að það voru grafin vopn og sprengiefni og útvörp og allan búnaður alla Vestur-Evrópu. Já. Og það fundist svona lítil vopnabúr hér og þar. Og þetta bara stór leyni hernaðar aðgerð sem leyniþjónustur sérstaklega Bretlands og sérstaklega Bandaríkjanna unnu að. Og þetta var mjög viðkvæmt og þetta var mjög vandræðilegt þegar þetta kom fram og ríkisstjórnin til dæmis Ítalíu og Frakkland þegar þetta fela þetta á 10. áratugnum og neita þessu. En skjalasöfn og gögn og vitni og hvað það hefur allt sýnt að þetta rétt og til dæmis þess að sína umfangi og hvað þetta skiptir miklu máli að sko eftir að Bandaríkin lögðu undir sig út í Ítalíu og sló Ítalíu út úr stríðinu, þá voru gefið samningar á milli leyniþjónustunnar og mafíunar á Ítalíu. Þess efnis að mafían myndi styðja NATO og hægrimenn gegn kommunismánum vegna þess að það líka mikilvægt að hafa það í huga að Ítalía var mjög maður kannski passa að segja en Ítalía var alveg nálagt því að kommunistaflokkurinn þar myndi komast til valda. Já, það alveg talað það. Og kommunistahreyfingin á Ítalíu var sérstaklega öflug. Já, algjörlega. Og fyrir Bandaríkjamönnum var það auðvitað algjör martröð að hugsa til þess að Ítalía myndi kjósa kommunistastjórn og snúast gegn NATO. Sko, CIA notaði mikið púður í það í kosningunum, hvort það voru fyrstu kosningarnar eftir stríðið, að miklu fjármunir og held ég einhver dirty trick. Jöp, líka. Pumpuðum pening alveg. Já, og ég held nú að þannig að ég þurfa að hengja mig upp á það hérna núna, en mér minnir nú alveg að það hefur verið einhver dirty tricks líka. Já. Til þess að koma í veg fyrir að kommunistar sigruðu í Ítalíu, sko. Já, gerðu það. Og notuðu mafíuna og þetta eitthvað sem hefur þetta áhrif enn þann dag í dag, því það alveg mikilvægt að gera sig grein fyrir því að CIA og MI6 og allar þessar leyniþjónustur eru þetta ennþá í fullu fjöri og þess er alveg mikilvægt að hafa það líka í huga að þegar gerist hitt á þetta samsæriskenning bara samsæriskenning alltaf til að sýna sig að hún sé sönn. Og það eins með Gladio og þetta var haldið fram að þetta væri bara samsæðiskenningar og kjaftaði og eitthvað þannig þangað til að skjalasöfnin voru opnuð og það sýndi sig að það var bara fullt af mönnum sem voru á mála og að vinna fyrir leyniþjónustur Bandaríkjanna og tilbúnir að fremja hinn og þessi hryðjuverk og taka þátt í andspyrnurhreyfingum. Algjörlega, og eins með hinna hliðina, ég meina að það voru samsæriskenningar að gæsalappa þetta frá hægrimönnum alla 20-stölduna að kommunistar væru á mála hjá Sovétríkjunum og þau væru að þiggja peninga frá rússagull og svona og svo kom það í ljósið þetta þegar skjalasöfnin opnuð að það var tilfellið. Algjörlega. Ég held kannski að þetta sé ágætis punktur upp á þetta með kannski að kannski ekkit öll kurl komin til grafar í þessu máli í kalda stríðinu, við erum auðvitað ennþá svo nálægt í tíma. Einmitt, við erum það. Og við höfum verið að tala hérna skjöl sem hafa verið ekki aðgengileg en það eru auðvitað örugglega mikið af skjölum sem eru ennþá óaðgengilega, náttúrulega sérstaklega í Rússlandi. Og svo náttúrulega veit maður ekki, ég veit ekki nákvæmlega hvernig með þessi meðgengi af skjölum í vestrinu, ég menna auðvitað eitthvað af því hlýtur örugglega ennþá að vera hernaðarleyndamál þó svo að það sé þessi 30 ára regla, ég þekki ekki alveg nákvæmlega hvernig það virkar en þú veist, eitthvað að því lítur að vera það ennþá en við vitum það auðvitað líka að skjala myndun á síðar hlutu 20. aldar, hún vex alveg gríðarlega mikið í allri stjórnsýslu
og það auðvitað bara út af tækni meðal annars að þú veist það bara auðveldar að búa til pappír og skjöl það auðveldar að ljósrita og prenta og búa til skjöl þannig að og þarna varð ekki heitt stríð sem var til þess að skjalasöfn voru sprengt og eyðilögð svona eins og í Þýskalandi í seinni heimsstyrjöldinni og svona þannig að það ætti þú veist öll lógík að benda til þess að það sé alveg gríðarlega mikið af skjölum frá 1950 til 1990 sem að sagfræðingar hafa verið að nota mikið af því en svo örugglega mikið af því sem hefur ekki verið notað og svo mikið af því sem kannski á eftir að koma fram hvenær komu þessi gladiaskjöl fram? Ég man það ekki en það er alltaf svo mikilvægt að taka þetta með að því líka þetta er alltaf svo viðkvæmt eins og til dæmis á Ítalíu Ítalía náttúrulega klímdi við mikið af hryðjuverkum og vandamálum og það var verið að reyna að myrða forsætisráðherra og stjórnmálamenn og svona iðnjöfra og auðvitað voru ákveðnar svona kommunista hreyfingar sem stóðu á bakvið eitthvað af þeim hryðjuverkum en svo náttúrulega er að vera sérstaklega viðkvæmt þegar það eru líka ákveðin svona, hvað var að segja, kannski öfga hægri öfl sem fremja hryðjuverk og kenna síðan kommunistunum og lögregla tekur síðan þátt í að fela þau hryðjuverk í til dæmis því að það er notað C4 sprengjuefni sem bara bandaríkjamenn höfðu aðgang að og að þessi menn komist í þetta út af því að þeir fengu þetta frá CIA og svo tekur lögreglan þetta allt og felur og sópar undir teppið þetta er auðvitað viðkvæmt vegna þess að þessi menn eru á lífi en þann dag í dag margir hverjir og það hafa verið réttarhöldu auðvitað og það er eins í Frakklandi og meira eins og í Noregi að þá þetta kemur spurningar eins og hvert er fullveldi landsins byrju fjandinn hafið það CIA er bara búið að stopna hérna hinur og þessar hreyfingarnar og er með fullt af mönnum að mála sem eru búin að fela vopn og sprengjefni hér og þar í skóginum og byrju við vitum ekkert þetta var þetta ekki eins þegar bandaríkjumenn voru að fljúga með þessa Guantanamo fanga í gegnum Ísland nákvæmlega og þeir vissi ekki að því við sem ekki það eða flytja vopn eða hvað það er kjarnavopn alltaf og hugsa það er lent með eitthvað fanga á Keflavíkurflugvelli og það er algjört mannréttindi brot hvernig þið farið beðan en segjum einhvern frá því og gerum bara svo við viljum allt svo náttúrulega rosalega viðkvæmt þetta allt, og svo eru þetta líka Austur-Evrópuríki náttúrulega svo segir Tékkar og Pólverjar og Ungverjar þessi vísikarallönd sem eru svona vestrænust ef maður má segja það hafa svona verið kannski ekki rétt orð en þú veist hvað ég meina með því ég meina þau hafa gengið langt í því að opna skjalasöfnir og svona en það er ekkit allir sem hafa ég meina svo í Rúmeníu og Búlgaríu og svona er alveg ennþá verið að halda leynd yfir gömlum skjölum held ég sem eru þá bara því það eru ríkisleyndarmál þó þau séu frá kaldastríðsárunum held ég nú að ég sé að fara með rétt mál en það er hagsmunir og eins og bara til dæmis með svo gott dæmi en þann dag í dag það eru 100 ár síðan Tyrkir frömdu þjóðamorði gegn Armönum það er samt ennþá eldfimt eins og bara það og mjög viðkvæmt mál og Tyrkir neita harðlega fyrir þetta þjóðamorð það er samt alveg komin 100 ár síðan það átti sér stað það er langur tími en þá mjög eldfimt Hörðu áður en við slútum þessu segjum nú sem svo að það hefði brotist út stríð og það hefði ekki orðið kjarnorku apokalips strax allavega þú veist, ef við tölum svona conventional innrás og ég meina ef menn hefði haldið aftur af sér með kjarnorku vopnin hvernig meturðu styrk NATO og Varsjárbandalagsins á, þú veist, 8. og 9. áratögnum og þú veist, það er alltaf einhvern veginn gert ráð fyrir að Varsjárbandalagið sé að fara að stímróla en stundum hugsa ég þetta ég er ekkert endilega viss það Nei. Sérstaklega ekki þegar komið fram á 8. og 9. áratögin þegar hefðbundin vopnabúnaður NATO er svo þróaður ég held að það sjálfur rétt hjá þér og ég held að alls ekki að Varsjárbandalagið hefði bara rúllað yfir þá og marsserað að Atlantshafinu á
sem við komum eða svo það held ég ekki gerst vegna þess að það var svo mikill munur á tækni til dæmis, nú man ég ekki tölurnar en það þetta að googla það berðu bara saman tölvur í Sovétríkjunum og berðu það sama við tölvur í Bandaríkjunum það er náttúrulega bara hímin og haf þar á milli á 10. áratögnum til dæmis, 9. áratögnum allar svona tæknibúnaður Sovétríkin voru komið svo langt á eftir og jújú, eins og Stalin sagði á sínum tíma magn ákveðin gæði í sjálfu sér en þeir voru með NATO sem líka með fullt af vopnabúnaði og með magn líka á sín megin og ofan á það líka með gæði þá mjög ólíklegt að Sovétríkin hefði rúlað yfir það og það nú kannski sérstaklega getur maður sagt það nútímann minna núna talað eins og Putin sé að fara að steamrolla það bara kjaftaði Rússar hafa enga burði það algjört rugl hún sagði það hérna, hvað var það þessi utanríkis fulltrúi Evrópusambandsins sagði þarna daginn að ég minna ef við stoppum ekki Putin þá getum við alveg eins fara bara að byrja að læra rússnesku sko og ég bara í hvað heimi lifi manneskinn ég meina sko NATO í dag núna með fleiri hermenn undir vopnum meðtalið þá reservists heldur en Varsjabandalagi var með árið 1984 6,7 milljónir og rússar eru með helmingi færri heldur en Varsjabandalagi var með árið 1984 og rússar meira að segja stökustu erfileikum bara með að leggja undir sig austurhluta Úkraínu og meira að segja þessi skriðdrekar sem var svona sérstaklega mikil ógn við Varsjabandalagi ég meina Varsjabandalagi það var svona flaggskip rússana voru skriðdrekarnir þeirra og hvernig þeir ætlu að steamrolla yfir Vestur-Európu með skriðdrekunum þeir áttu 50.000 skriðdreka á meðan NATO átti sko minni en 20.000 núna eiga á NATO eins og ég sagði áðan helmingi meira á skriðdrekum heldur en rússar þetta auðvitað bara einhverja tölur og blaði menn að maður auðvitað taka með öll Bandaríkin og svona, þú veist svona when push comes to shove þá kannski gildir annað svo voru það líka að taka inn til þess gæði til dæmis norskur orrustuflugmaður til þess að hann sé samþyktur og viðurkendur sem löggildur orrustuflugmaður þarf hann að hafa 2-falt fleiri flugtíma á bakvið sig en rússneskur orrustuflugmaður þannig að sko magnið af þá þjálfun og æfingum og gæðin þar þetta allt önnur í vestrinu en í Rússlandi og það náttúrulega þetta endurspeglar náttúrulega margvælt ríkara samfélag því ríkt samfélag eins og Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk Bandaríkin hefur þetta efni á því að eyða margvælt fleiri tímum í flughermi og flugæfingar en tiltölulega fátækt samfélag eins og Rússland þannig að auðvitað flugmaðurinn sem búin að fljúga 1000 flugtíma 10.000 flugtíma hann öll líkindum að fara að standa sig betur en svo sem búin að fljúga 500 flugtíma eða 5.000 þú veist 10.000 flugtíma versus 5.000 flugtíma eða 100 flugtíma versus 50 veist, það tölverið munur þarna á já og allt þetta telur algjörlega en 6.000 kjarnorkusprengjur sem rússar eiga þeir geta auðvitað tortrymt okkur það er líkið til þess og mikið að hafa það alltaf í huga og það er auðvitað kannski líka ég menna að þess að núna eru við að koma á mjög hættulegan stað með stríði í Úkraínu sem að við erum, eins og margir segja, við erum í stríði við rússa segja margir og og það er auðvitað mjög hættulegt ef að þú veist ef rússar eru málaðar þannig út í horn að þeir gæsalappa neyðist til þess að nota taktísk kjarnorkuvopn og hugsaður eyðileggingin sko sem vorum að tala með náðan 500 kilotonna sprengjur og 40 kilotonna sprengjur á okkur herdeildir og þetta er náttúrulega bara rugl og bilun þannig að þetta er svona frekar óheppilegt að við séum komin að þannig stað núna aftur þetta segja það nú að dómsteg klukkan sé orðin komin mjög nálægt miðnætti núna eða ekki? Jú, eins og bara eins og viðtali sem ég var að hlusta Mir Samer
en aftur að nefna hann eins og hann sagði, það var óhugsandi á tímum kalda stríðsins að styðja eitthvað sem myndi ógna Sovétríkjunum beint og þá við eins og til dæmis eitthvað sko hernaðaraðgerð berðu það saman við samtíman þar sem að Úkraínumenn réðust inn í Kursk og Úkraínumenn auðvitað ekkert einur og sé gerðu það, þeir voru með fulla stuðning NATOs og voru með upplýsingar og stuðning og allt slíkt og nú erum við búin að tala kalda stríðið Bandaríkjumenn sögðu sko, heyrðu þetta sem þeir að gera nú í Tékkóslóvakíu, við komum ekki nálægt í Ungverjaland, nei, ekki sko. Þið eru á rússnesku, þið eru á sovjesku yfirráðasvæði, við erum ekki fara að koma nálægt þessu en þeir náttúrulega nýttu sér þetta alveg eins mikið og þeir gátu í áróðri og þeir dældu alveg áróðurunum og skömmunum og öllu yfir þá en þeir gripa ekki inn í Nei, skýrlína gripa ekki inn í skýrlína sko Berðu þá saman við einmitt í dag Herðu, já, við látum okkur fá eldflögar og já, hei, rúli hérna inn í Rússland og aðtöku hvað getur gert En við erum náttúrulega þetta þess að vorum að tala áðan með fyrir og setni heimstyrjöldin fyrir og setni hálfleikur í sama stríði þannig séð, maður velur að líta það þannig það sem verið að berjast sama hlutin sem þessi valdajafvægi og allt þetta kannski erum við núna í þá kaldastriðin setna kaldastriðinu sko, sem þá sko, en þá verið að berjast sama hlutin sem þetta þessi valdapólar en samt ekki, því við erum ekki með þessa mennan universalisma sem að þetta fólst í kommunismanum og síðan í kapitalismu Bandaríkin í dag ekki lengur með þessa svona að berjast af þessum ideológiska þú veist margir sem myndu segja það Bandaríkin eru búin að missa svolítið þetta touch sem þau höfðu á kaldastríðsárunum sem var að vera svona berjast fyrir þessu þú veist virkilega fyrir lýðræði og frelsi og þessari hugmynd frjálsar markað og allt þetta sko Já, það verið svolítið skipbrot þarna en svo náttúrulega getum við kannski sagt frekar að þetta sé Rússlands vandinn eins og var Þýskalands vandinn og ok, Þýskaland, hvað maður gera við þetta öfluga ríki sem var að reyna að drottna yfir Evrópu ok, við erum með, nú er þetta Rússland ekki reyna að drottna yfir Evrópu en Rússland er náttúrulega stórt ríki í austurhluta Evrópu hvað ætlum við að gera við það ætlum við að virða öryggishagsmuni Rússlands ætlum við ekki að virða öryggishagsmuni Rússlands og bjóða Úkraínu inn í NATO það er þú veist Rússlands vandi okkar tíma hvað gerum við Rússland eftir Sovétríkin þegar við sýnir sig að við getum ekki bara vaðið yfir þá og Bandaríkin get ekki bara sparkað við þá liggjandi eins og gerður rétt eftir fall Sovétríkjanna og nú er Rússland búið að standa upp og neitar að sparka meir í sig Það er náttúrulega ómögulegt núna að eyða öllum kjarnavopnum þegar Rússar þegar það er eina sem þeir eiga eftir Já, algjörlega og það sem er kannski ekki svona kaltæðin í þessu öllu er að það er alveg ástæða fyrir okkur Norður-Kórea við kjarnorkusprengjur og Íran, það virkar það er alveg ekki ráðist á ríki með kjarnorkusprengjur Nei því miður, það er raunveruleikinn Það er nefnilega það sko Herðu, þetta er búið að vera ágætis yfirferð hjá okkur stríðið sem aldrei varð Þriðju heimsstyrjöldina eða heita stríðið eða amerísk-sovjíska stríðið sem aldrei varð og við auðvitað vonum það að það kom ekki allavega ekki með að við lifum við félagarnir maður er við stundum öfundað 68 kynslóðina af því að hafa alist upp í svona frekar stabílum heimi svona finnst manni stundum svona þegar við vorum yngri þá sagði maður alltaf við lifum í miklu öruggari heimi heldur en 68 kynslóðin en núna er það eiginlega farið að breyta svolítið fyrst manni það var breyta svolítið, já það var breyta svolítið Herðu, ég held að við segjum þetta gott hér af hlaðvarpinu Söguskoðun í dag við snúum hér aftur í næsta þætti þess að við ætlum að ræða með eitthvað annað málefni við minnum hlustendur á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com og söguskoðun@gmail.com er netfang þáttarins það er að hafa samband við okkur líka á vefsíðun okkar Það er þetta styrkja hlaðvarpið með því að bjóða okkur upp á kaffibolla ef að hlustundum líka við þetta góða starf sem við erum að gera hér í hlaðvarpinu. Að því sögum þá kveðjum við héðan í dag og snúum fjallhressir aftur í næsta þætti af hlaðvarpinu Söguskoðun. Verið sæl.